Hulda Klara Gestsdóttir, Já. Íslandsmeistari í annað sinn. Hvernig er það? Bara ótrúlega gaman. Við hefum geggjað að gera þetta með Aron aftur. Þið gerir þetta saman. Já. Þetta var rosa spenna hjá ykkur í dag, í kvennaflokki. Já, þetta var geggjað. Þetta var rosa, þetta Og hafði allan alveg getað tímann. farið Já. bara á báða vegu, sko. Hvernig náður að halda svona einbeitingunni í þessari svona jöfnu keppni? Sko, passa bara að næra sig og tók undir lokin alltaf alltaf stóra og djúpa andar rétt fyrir höggið mín. Bara til að halda ró minni. Og hérna bara, og þið eru náttúrulega jafnar bara hérna, veist, hnífi jafnar þannig lagið á síðustu brautunum. Já. En eins og á þremur síðustu, Já. þú vinnur högg þar. Já, ég vinn högg þar. Ég reynir bara að halda þessu simpúl. Bara spila simpúl golf. Þetta var ekki... Pargolf. Það er erfitt að fá fugla í þessum myndum, þannig ég var í rauninu bara að gera mitt best að fá pöra á þessum hólum. Það er ekki svolítið, já, það voru mun erfiðar aðstæður í dag heldur en síðustu daga. Já. Leirulogni fór á fleygiferð. Það var ekki, já, lognið var á ferð, Já. það má segja það. En svona hilti yfir spilamennskaðin í mótinu. Já, bara fín sko. Það var rauninu bara, hittum mikið að grína og dræfurinn var góður, þannig að það hjálpar. Og svo setti ég líka nokkuð púton í. Það var gaman að fylgjast með ykkur hérna í lokin og það gat allt gerst á síðustu brautunum, á síðustu holunum, en þegar við komum síðan á 18. þá varstu í svona, já, þú þurftir að hafa fyrir því og... Þurfti að hafa fyrir, já. Sko, ég átti hvað, 3 metra pútt eða eitthvað svoleiðis. Já. Og eins sem ég var að hugsa, ég ætlaði bara ekki að vera stutt. Svo fóru núni á síðasta snúningi henni, þetta var smá stress, en var mjög fegin að þurfa ekki að fara í bráðabanna. Stu með línuna? Já, ég var með línuna. Já. Hvað er framundan hjá Huldu? Ég er bara að fara út núna í haust, eftir í háskólagólfið, svo eftir það ætla ég atvinnumanninn. Þú ert að klára 1 ári viðbót í háskólagólfi? Já, ég var bara 1 ár eftir. Já. Ertu þá að tala um næsta ár sem þú ætlar að reyna í atvinnumennsku? Já, bara næsta haust. Já. Bara reyna núna eftir ár. Ertu fann að huga að því? Ertu með eitthvað frekar svona undirbúning af því? Já, og svo er líka mjög fínt að ég þekki nokkrar stelpur sem eru að byrja þessu núna, þannig að ég ætla bara að sjá hvað þeim finnst og feta vonandi í þau fótspor ef þau eru ná langt. Þannig að þetta er draumurinn? Já, þetta er það. Þetta er ógeðslega gaman. Já. Hey, takk fyrir og til hamingju. Takk fyrir.